Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín Víkurfrétta. Framundan skemmtilegu þáttur úr mannlífinu á Suðurnesjum. Við hefjum leikinn í sundhöllinni í Keflavík, en þar lærðu Keflvíkingar að synda í gamla daga. Við kynntum okkur merkilega sögu hússins, en það jú á tímamótum þessa mundir. Forseti Íslands heimsótti Stóru Vogaskóla og ræddi við nemendur metna. Við fengum líka að heyra hvað forsetinn vill fá á pítsuna. Lögreglumenn af Suðurnesjum fengu krefjandi áskorun á dögunum, en þeir urðu að sporðrenna úldinni síld. Sjónvarp Víkurfrétta var á staðnum og fann lyktina. Þá færum við ykkur fréttir frá Suðurnesjum, en endum þáttinn á menningarlegum nótum með Ingibjörgu Þorbergs. En við byrjum í sundi. Sundlaugin í Keflavík á sér langa og merka sögu. Hún var tekin í notkun sem útilaug árið 1939 og þótti þá mikil bylting fyrir kauptúnið Keflavík. Byggt var yfir laugina eftir teikningum frá húsameistaranum sjálfum, Guðjóni Samúelssyni, árið 1950. Þar lærðu þúsundir Suðurnesjamanna að synda á sínum tíma, en allri starfsemi var hætt í sundlauginni árið 2006. Nú húsnæðið til sölu og óvíst afdrif þessa sögufræga hús. Það ekki hvernig degi sem að sögufræg sundlaug rekur inn á borð til ykkar fasteignasala? Nei, það sjaldgæft og Landsbankinn eignaðist þetta hús fyrir nokkrum árum síðan og enginn hefur sýnt þess á það fyrir allt í einu núna. Já, á hverju heldur það sé? Bara svona núna nýlega? Já, það ekki bara umræðan í bæjarfélaginu varðandi að fjarlæga hús og fara að byggja eitthvað? Húsinu fyrir eða menn vilja fá eitthvað nýtt? Það bæði þeir sem náttúrulega eru þarna fyrir, þeir vilja náttúrulega vera áfram og gera þetta eitthvað hugulegt. Svo hafa menn komið listamenn hafa sýnt þess áhuga, varðandi að breyta þessu í einhvers konar vinnustofur eða eitthvað svoleiðis. Og áður fyrir 2006 þegar hrunið var, þá var einhver byggingarverktaki í Reykjavík sem átti það og þannig ætlaði sér að rífa það bara. Já, hvað finnst þér persónulega svona, var ekki svolítið synd að sjá þetta hús fjúka í burtu? Jú, mér finnst það. Ég náttúrulega einn af þessum sem lærði sund þarna og fleira og mér finnst þetta bara rosalega fallegt hús sem ætti að fá að standa. Mér finnst að bærinn ætti að halda þessu, kaupa hana og sérna þetta til og gera þetta hugulegt utan aftur. Setja þetta uppröðnið torf og svo að því að búið að klæða og búið að byggja við heitubotana þá svona átta menn sig ekki á verðgildunni eða hvað þetta merkilegt hús, sko. Keflvíkingar lærðu fyrst að synda í Grófinni þar sem nú smábátahöfnin. Nýja sundlaugin þótti algjöru bylting á sínum tíma. Staðsetning hennar vekur kannski furðu í dag, en ástæðan góð og gild. Hún staðsett hérna vegna þess að það var ekki hvorki holræsi né vatnsveitur í Keflavík og hún byggð hérna vegna þess að það stutt í sjóinn, bæði til að út af frárensli og eins var hægt að dæla bara sjó upp í laugina. Hér var bara sjór í lauginni og svo var kyndiklefi niðri og það var tekið svona mesta kulið af sjónum. Það var alls ekkert neitt heitt. Hvernig fannst þér svona minningar af lauginni? Hvernig var bæjarbragurinn einhvern veginn þegar þetta kom? Það Keflvíkingar eignuðust þessa sundlaug? Já, ég held að það hafi nú bara þótt upplyfting. Enda var hún vel sótt. En svo þótti þetta líka mjög gott út af því að fólk gat komið hérna og bókstaflega baða sig. Því að það var engin baðaðstaða í heimahúsum eða mjög fáum stöðum. Þetta var komið út í það sko að hitt var bara alls ekki nóg sko. Þá var farið að byggja hérna yfir þetta og það þótti mikið mannvirki og bærinn tók
það var, lauginni var aðhent til bæjarins sko, og bærin raknaði eftir þetta. En þetta hafði mikla þýðingu fyrir bæjarfélagið. Eins og svo margir Keflvíkingar þá lærði Hafsteinn Ingibergsson að synda í gömlu sundlaugin í Keflavík. Hann var svo síðar forstöðumaður sundlaugarinnar síðustu 9 árin sem hún var starfrækt. Undir það síðasta var einungis skólasund, sundæfingar og vatnaleikvimi fyrir eldri borgara í húsinu. Það voru svolítið skrítnir tímar að leggja þetta mannvirki niður. Þetta er náttúrulega sögufrægt hús en við vorum náttúrulega komið svona glæsilega aðstöðu hérna að það var kannski bara þetta var orðið barnsins tíma þetta hús. Hafsteinn rifjar upp að árið 2007 var haldin myndlistasýning í Sundhöllinni á ljósanótt. Og þeir sem komu þarna á myndlistasýninguna voru flestir að skoða húsið sjálft. Þeir voru kannski að skoða myndlistasýningunni í leiðinni en þeir komu þarna sérstaklega til að skoða húsið og það segir manni svolítið það að þetta hús hefur svona átt rosalega mikla minningar hjá Keflvíkingum sérstaklega. Fólk var bara að athuga hvar það stakk sér, það var að stinga sér úr glugganum og af handriðinu og svona og það var að máta þetta og trúði varla að það hefði gert þetta og svona. Og hún var náttúrulega sérstaklega djúp þessi laug, þannig að fólk kafaði rosa mikið þarna. Og það var bara gaman að fylgjast með fólkinu þegar það kom inn og var að skoða og flísarnar í klefunum voru svolítið svona sérstakar, svona köflóttar flísar. Svörtu og hvítu þarna. Og fólk var að rifja upp margar sögur hérna þetta. Já, þetta er svolítið ennþá í upprunalegu horfi, bæði flísarnar og búningsbilinn, sko. Já, þetta er allt meira og minna upprunalegt þarna, sko. Og afgreiðslan og þetta er þetta gamla lúkk á þessu sem við vildum ekkert breyta, við vildum ekkert taka þetta neitt út, þetta stóðst alveg tímastönn. Þetta er svona, já, það er það bara, þetta er svona þar sem að bara fólk lærði að synda á æsku minningar þarna. Og það er svona einhvern veginn, það er skemmtilegur andi í þessu húsi. Myndirðu sjá eftir húsinu, er það rifið? Já, það myndi ég gera. Hvað myndirðu sjá fyrir þeirra gæti einmitt verið þannig? Ef við myndum halda því einhvern veginn við? Já, til dæmis eins og þetta íþróttaminjasafnið eitthvað, að gera þetta eitthvað. Það er því bara. Já, það er því smá sjónarsviptir það. Já, og ég hugsaði að það er íþróttaminjasafn myndi koma þannig að það er því rosa mikið af fólki sem myndi koma hann til að skoða húsi sjálft. Það er ákveðið svona saga í þessu húsi sem að fólk myndi koma og skoða. En það var mikið partistand helgar. Þá mættu allir sem voru á djamminu niður í bæ í nýju heitu pottana sem var nýbúið að byggja við sundlaugina og það var stundum erfitt. Og það voru náttúrulega allir í leyfisleysi? Þar voru allir í leyfisleysi. En sko 40 árum seinna finnst mér þetta pínlega hlægilegt. En mér fannst þetta ekki hlægilegt því ég var að mæta í vinnuna og hitta, sko einu sinni kom ég í vinnuna og þá var einn bara sofandi inn í búningsklefa. Svona bara, já. Fengið sér aðeins svo mikið neðri? Já, fengið sér aðeins svo mikið og svo kom ég einu sinni og þá opnaði ég með lyklinu mínum og þá fekk ég bara hurðin í fangið. Og það var ýmislegt brallað af unga liðinu sem var að djamminu. Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Þetta var skemmtilegi tímar. Nema ein versta minningin var svo þegar ég var að labba niður í bæ 18 ára gömul stelpa og var kölluð kettlingin í sundlaugina af krökkunum niður í bæ. Það var sem er eiginlega ekkert rosalega skemmtilegt. En þetta bara er svona og sýnir manni hvernig krakkarnir hugsa. Mér fannst þetta æðislegt hús og það má alls ekki fara að rífa þetta fyrir einhver hótel eða við erum að varðveita þetta. Við erum að gera eitthvað, ég er með alveg alls konar uppástungur. Gera þetta eitthvað íþróttasundhöll sem við getum varðveitt allar íþróttaminningarnar okkar frá Reykjanesbæ. Skólaþing Stóru Vogaskóla var haldið á föstudaginn í síðustu viku og heimsótti forseti Íslands, herra Guðni T.H. Jóhannesson, skólann af því tilefni. Viðfangsefni skólaþingsins í ár var metnaður og hvernig hægt er að efla metnað nemenda skólans. Eftir ávarp forsetans bauðst nemendum að bera fram spurningar til hans og fóru þá margar hendur á loft. Nemendur spurðu hann heima og geima, til dæmis lífið á Bessastöðum, æskuna
og uppáhaldsbuffið og hvað hann fær sér á pítsu. Pítsu, já, ég fæ mér pepperoni og lauk og stundum líka hakk og gráðost. Ég ekki pítsu með síld, ég mæli með því. Hvað vildi ég vera öskudaginn? Sko þegar ég var alast upp, þá var öskudagurinn ekki svona mikill búningadagur. Þá vorum við bara í að taka svona poka með ösku og reyna að festa á honum. En allir myndi ekki, ef ég mætti núna, þá myndi ég kannski vilja vera... Hvað myndi ég vilja vera? Já, ég myndi vilja vera ofurhetja, ég myndi vilja vera... Mætti ég ekki, Spiderman. Þau sem vildu gátu svo látið taka af sér mynd með forsetanum og var fjöldi nemenda sem nýtti sér tækifærið. Eftir að forsetin hafði hvatt var nemendum í 7. til 10. bekk skipt í hópa þar sem þau unnu með spurningar sem stjórn nemendafélagsins hafði undirbúið. Stefnan svo að vinna úr þeim metnaðarfulla punkta sem verða kynntir fyrir nemendum á næstu vikum. Suðurnesjafyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Airport Associates, Fríhöfnin, UPS, Royal Iceland, HS Veitur, Bláa Lónið, Blue Car Rental, Isavia, Áfangar EHF, Skinnfiskur, SI Raflagnir, K&G EHF. Lögreglumennirnir Daði Þorkelsson og Guðmundur Sigurðsson eru helstu hlaupagikkir lögreglunar á Suðurnesjum. Þeir hafa einnig farið fyrir kyndilhlaupi lögreglumanna á Íslandi í tengslum við Íslandsleika Special Olympics. Lögreglumenn og konur allan heim hafa svo tekið þátt í því að hlaupa með logandi kyndil að keppnistöðum þar sem eldur leika Special Olympics kveiktur. Markmið kyndilhlaupsins að vekja athygli á leikum samtakanna. Þeir Daði og Guðmundur eru nú á leið erlendis þar sem þeir munu hlaupa með lögreglukyndilinn. Við förum til Austurríkis í næsta mánuði, mars, og verðum þar á vegum Law Enforcement Touch Run, skamstað LETR, sem eru alþjóðasamtök lögreglumanna til styrktar og stuðnings Special Olympics, og munum taka þar þátt í kyndilhlaupi leikana, sem sagt hlaupa með eldleikana í 12-13 daga og sem enda því að við munum bera kyndilinn inn á opnunhátíðina sem að hann verður notað til að tendra eldleikana. Þeir eru búin að vera að safna peningum. Til hvers eru þessi peningar? Ja, þeir fara beint til Special Olympics og nýtast vel til góðra verka þar. Á svona leikum þá og einnig svona hlaupi þá er mörgum boðið til leiks sem að hafa kannski ekki ráð á því. Þarna úti verðum við í 10 liðum lögreglumennirnir og í hverju liði keppandi með okkur. Og þeir þurfa ekki að standa straum af neinum kostnaði við það. Þetta fer til dæmis í slíka hluti. Og þá líka ánægjulegt að helmingur af þessu kemur hérna eyrnabeltur Special Olympics á Íslandi. Og þið eru að taka þátt í heilmikilli matarhátíð svona í tilefni þessari söfnun. Hvað í andskotan verið að fara að gera hérna í dag? Já, þeir segja okkur að þetta sé hátíðamatur frá Svíþjóð og ég hef ekkert séð neitt sem að rengir það, þannig að mér hlakka bara til. Nei, já, ég meina að þetta borðað í Svíþjóð, þannig að ykkur staðar þar allavega að þá þetta herramannsmatur og ég allavega kýsa að líta á það þannig. Er þetta þorrablót í dós? Já, svona sænskt þorrablót. Já, ég veit það ekki. Hvernig þetta bragðast, það verður bara komið ljós. Hvernig leggst þetta í ykkur að fara að smakka þetta? Hver er svona tilfinningin í maganum svona áður en að þið bragðið á surströmming? Ég er góður. Já, ég fekk mér kjúkling í hádeginu sko og ég veit ekki, það ef hann skila sér að þá svona, kannski sjáðu í kjúklingin í mér. Já, ég er búinn að borða vel og allavega að reyna að borða vel á eftir.
Snapchat-kóngar Suðurnesja, þeir Gæi og Balli hjá bílaleigunni Blue Car Rental, lögðust á árarnar með lögreglunni þegar kom að því að safna peningum fyrir Special Olympics. Þeir fóru mikinn á snappinu og heimsóttu fjölda fyrirtækja til að fá áheiti pott sem greiddur í söfnun lögreglunar ef lögreglumennirnir Guðmundur og Daði myndu gæða sér á sænskri surströmming. Það síldaréttur sem við fengið að gerjast á tunnum í nokkra mánuði áður en síldinni pakkaði niðursögudósir, þar sem hún heldur áfram gerjuninni. Svo þegar dósin opnuð, já þá gís upp verulega slæm lykt og bragðið mun vera á sömu nótum. Hvernig fenguðu lögregluna í þetta rugl? Herru, þeir bara bankuðu upp á og spurðu okkur hvort það væri til að leggja þessi lið. Og við náttúrulega viljum láta gott á okkur leiða og sló bara til og tókum þátt og lögðum á stað með þetta og bara búið að ganga ógeðslega vel. Hvað eru búin að gera? Eru búin að vera að fara í fyrirtæki og snúa upp á fjármálastjóra? Nei, bara fara í vitjanir og bara heimsótt svona það sem við þekkjum til og það er bara gengið eins og í sögu. Allir vilja leggja þessi lið og bara allir lagt sitt af mörkum og bara búið að ganga súper vel. Og ykkur lagði til niðursögudós með síld? Já, það var þessi. Já, við leystum það létt. Þetta er skemmtilegt. Já. Fylgir ykkur peningum með þessari dós eða þeir ná að kyngja ykkur þessu? Það veltur á árangrunum í kvöld. Já, ok. Það fer að líða þessu, en sumir segja að ég hafi, að því að áskorinn átti að vera allt öðruvísi, snerist svona í hendunum á hann og sumir segja að ég hafi svona tekið eitt sigurvald á þetta. Já, ég meina, menn drull upp á bak, hann verður að menna að standa það sem ég segja. Já, öðruvísi. Þú verður að éta þessa dós. En sjáum hvernig lögreglumönnunum hjá lögreglunum á Suðurnesjum gekk að borða síldina. Og í matur? Það er svolítið mikilvægt að grípa andan, sko. Það er bara... Hvernig er þetta svona matur? Ég er búinn að leggja mikið metnaði að koma þessu fiskíla. Ok. Þetta verið búið í yli allan dag. Jæja. Geymdi þetta á ofni fyrir þig. Soðið? Já, soðið. Í dósinni bara? Já. Svona sérstök aðferð sem ég... Það er lykt af þessu. Veistu það? Örlítið svona keimur að þessu. Já, vil ég grípa andan? Já. Ég held að þú eru ekkert að koma með það nær, sko. Nei. Ég var að vona það. Skara mér, þetta er nú ekki beinlífist að koma. Það er engu líkt. Það er ekki að segja að það skil. Þykja vel og njóta þess. Þetta er harður bara. Þetta er ekki besta sem ekki alveg fljúfengt og rosalega vera ánægð með okkur því að búið núna var. Ég er ekki alveg að ég er pappa kannski. Nei, fannst það þetta. Þetta er bara baby. Þetta er Þið stóðust þessa áskorun? Já, má segja það.
Þetta lyktaði hræðilega, en þetta bragðaði skelfilega, sko. Það geti sagt þér, maður. Ertu sammála því? Já, þetta var ekki gott. En strákarnir, þeir fengu hjálpið að leggja 500.000 undir. Þannig að það var að duga að drepast fyrir góða málstað. Þið tóku svolítið segvaldan á þetta, bara letuð vaða í þetta, bara blind. Já, ég held að það hefði verið verra að bíða. Ég myndi ekkert vilja vera lengi að hugsa þetta. Það er annarkvort eða. Svo aftur á morgun eða? Í þessu standi? Nei, ég held að það hafi verið bara fresta því eitthvað allavega. Þetta ekki svona einu sinni smakkað þið getið ekki hætt? Nei, þetta einu sinni smakkað og getum alveg hætt. Já, eða aldrei aftur. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Íbúðum í Reykjanesbæ fakkaði 30 í fyrra á sama tíma og íbúum fjölgaði hratt eða 8%. Þetta kemur fram í skýrslu greiningadeildar Arionbanka sem birt var í síðustu viku. Þar kemur einnig fram að opnun gististaða í gömlu íbúðarhúsnæði gæti skýrt fækkun íbúða í bæjarfélaginu. Síminn mun tvöfalda flutningsgetu sjónvarpsþjónustunnar í sveitarfélaginu Garði. Undirbúningur stendur yfir og verður ráðist í stækkunina strax og honum lýkur. Við það hverfa truflanir í sjónvarpi bæjarbúa. Mikillar óánægju hefur orðið vart í Garði vegna truflana í sjónvarpsveitu í gegnum netsambönd. Aukinn gagnaflutningur á kerfum Símans olli truflununum. Þegar hefur verið gripið til ráðstafana sem eiga að minnka truflanirnar sem hverfa svo alveg þegar kerfið verður elt. Þá stendur til að tengja yfir 200 heimili í Garðinum við ljósnetið þegar vorar. Íbúum á Suðurnesjum fjölgaði 6,6% á síðasta ári en fjárframlög ríkisins til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hafa ekki tekið mið af því, segir forstjóri stofnunarinnar. Þá hefur ferðamönnum á Suðurnesjum einnig fjölgað mikið sem hefur aukið álag á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Stofnunin fékk auka fjárveitingar í lok síðasta árs þannig að rekstrarniðurstaða ársins varð jákvæð. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja segist þurfa 100 til 105 milljónir í viðbót á þessu ári. Á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann 7. febrúar síðastliðinn var samþykkt að úthluta Jarðvangi ehf, félagi í eigu Bláa lóðsins, tæplega 51.000 fermetra lóð við Breiðasel 73. Staðsetning lóðarinnar við gatnamót Grindavíkurvegar og Reykjanesbrautar. Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins, segir staðsetningu lóðarinnar bjóða upp á mikla möguleika og fyrirtækið horfir til þróunar í ferðaþjónustu innan svæðisins. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir það vera jákvætt fyrir sveitarfélagið að Bláa lónið horfi til uppbyggingar á svæðinu. Nú hefur verið lokið við að rífa rústir hraðfrystihús Keflavíkur hf. Á lóðina að Hafnargötu 2 í Keflavík. Á sama tíma lauk endurbyggingu á ytra byrði Fissishús sem í dag er eitt glæsilegasta hús Keflavíkur. Ekki hefur verið ákveðið hvað verður lóðina þar sem rústirnar stóðu áður en meðal annars hafa verið setta fram hugmyndir uppbyggingu ferðaþjónustu á lóðinni. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við gefum út vikulegt fréttablað og höfum gert það í 30 og eitthvað ár. Það kemur hér út á 50 og er dreift í öll hús og fyrirtæki. Við erum öflug á miðlunum vaff.is en það er vefurinn okkar, Víkurfrétta vefurinn. Nýja fréttir alla daga og sama má segja kilvingur.is. Þar eru við í golfinu, nýjar golffréttir alla daga ársins. Við endum þáttinn á söngvaskáldum á Suðurnesjum þar sem fjalla var tónlist Ingibjargar Þorbergs í Hljómahöll á dögunum. Gefum Elmari og Arnóri tóninn en sögumaður er Dagný Gísladóttir. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl. Nokkurn veginn svona hljómaði þetta fyrsta lag Ingibjargar sem hún nefndi Stökur og samdi við ljóð Hannesar Hafstein.
Ingibjörg var alltaf syngjandi frá því að hún mundi eftir sér og sagði amma hennar að hún hafi náð lagi fljótt. Seinna bætti gítarinn við sem var ekki þekkt hljóðfæri á þeim tíma, hvað þá fyrir unga stúlku. Hún lærði á gítar hjá Önnu Pálsdóttur sem sagði að það þyrfti ekki að kenna Ingibjörgu. Hún heyrði strax hvað ætti að skipta hljóma. Bráðum færast árin yfir mig, einhver tímann skil ég senn við þig. Mundu þá að ratar réttan veg, reynt að verða betur og meir en það eina óskin mín til þín, að þú hljótir forlaug betur en mín. Þótt mér brygðist margt litli við og mistækist flest litli við. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is